Ég held að tap í vítaspyrnukeppni, það gerist varla súrara en það. Nei, ég meina þetta var bara leikur tveggja frábæra liða. Við bæði liða sína góða varnartakta og góða sóknartakta sem leiðis, en svona fer þetta stundum. Það er mitt einkennilegan leik kannski svolítið gríðarleg barátta og svona reynir bara mikið hjarta í báðum liðum og reynir bara að synda annar liðið skilur þurfa að tapa þessum leik. Já, í raun og veru, en svona átt að vera þegar að byggur undir, það á að vera harka og líf og fjör og mjög veist þetta við bjóðum upp á góðan leik í dag. Það gefur vantilega bara ykkur svona meira svona bara motivation inn í tímabilið að vilja komast aftur bara á sigurbraut og kickstarta tímabilinu almennilega. Já, klárlega, ég meina við ætluðum okkur byggarinn í dag, klárt mál og við viljum vera að keppa alla titla sem í búið eru, en þessi fjall þeirra megin í dag, en við eigum 2 eftir óklára. Besta deildin byrjar bara í næstu viku, hvernig er svona bara staðan á hópnum og bara standið á ykkur? Standið er bara gott, við erum að bara tjasla hópnum saman, mér fannst þið bara eiga fína spilkafla hérna í dag og góða varnarfærslur, þannig að mér finnst við bara á góðum stað, ég get ekki beðið eftir að byrja þetta mót. ITF hefur svolítið verið á milli tannanna á fólki og meðal annars fyrrum framkvæmdastjóri KSÍ lagt orðið í belg. Hvað finnst þér bara hvernig málin hafa þróast? Já, þetta er kannski bara búið að vera svona óheppilegar síðustu vikur og við erum bara búin að láta óánægju okkar ljós, en við bara ætlum að vona að nú liggi leiðin bara upp á við og við séum öll að vinna því að bæta íslenskan fótbolta og ég er alveg viss það að nú tökum við höndum saman og gerum þetta saman sem heild. Finnst þér að finna fyrir svona samstöðunni eftir síðustu vikuna? Já, klárlega, ég meina leikmannssamtökin hafa verið okkur innan handar og hafa verið ómetanleg og mér finnst stuðningurinn bara frá fyrirliðum félagana og félögin bara við erum öll að róa í sömu átt til þess að bæta fótboltann. Gangi vel.